50.000 kreditkort sem tilbúin eru til notkunar eru send árlega til viðskiptavina með pósti. Framkvæmdastjóri kortaútgáfu Valitors segir að einungis örfá þeirra lendi í röngum höndum. Þegar kreditkort voru endurnýjuð fyrir nokkrum árum fékk fólk sent bréf frá bankanum með tilkynningum að nýtt kort væri tilbúið og það gæti nálgast það í bankanum. Fjölmargir landsmenn hafa fengið undanfarið sent kreditkort í svona hvítu ómerktu umslagi. Kortið er límt á bréf þar sem segir að það sé hægt að nota það strax. Það þýðir að hver sá sem opnar umslagið getur notað kortið. Frá því að við breyttum að þá hafa þetta verið svona 0 og upp í 4 mál á ári þar sem að kort hefur komist í rangar hendur og korthafarnir, þeir í rauninni verða einskis varir fyrir en að þeir lendi í vandræðum með að nota kortið sitt því að strax svo nýja kortið er notað að þá aftengist það gamla. Korthafinn verður því var við það fljótlega að eitthvað sé að, segir Bergsveinn. Aldrei hafi liðið langur tími þar til bankinn hafi komist að því að kortið hafi lent í röngum höndum. Þó svo sumir noti kortið sín sjaldan þá fylgist fólk miklu betur með færslum í netbönkum en áður. Og við höfum ýmis tæki til að fylgjast með notkun kortana, þar að segja ef að korthafinn hefur ekki samband að þá auðvitað færa hann á endanum mánaðarlegt yfirlit þar sem að færslurnar koma þá fram. Síðan auðvitað eru kaupmenn á varðbergi að taka ekki á móti kortunum. Bergsveinn segir að kaupmaður sem tekur við greiðslu með stolnu korti beri kostnaðinn. Það má í rauninni segja að þetta endi hjá kaupmanninum ef að réttur korthafi er ekki að nota sitt eigið kort.